Jæja, komið þið sæl. Sæl. Gaman að koma til ykkar. Gaman að fá þig. Hvað segið þið mér hérna núna árið í ár? Hvernig búið að ganga hjá ykkur í kynbótasýningum núna í vor? Það bara gengið ágætlega sko, svona í heildina. Alltaf einhver hross sem að takast í sem maður vill en við erum búin að sýna 6 hross frá feti og það hefur nú tekist bara býsna vel, 2 fjárhundra meira sem fór í fyrstu verðlaun. Ég held að önnur sé ennþá hæstdæmd á landinu og Bylgja sýndi Kiljansdóttur 5 metra í nokkra nýjur klárisa. Svo sýndum við hrissu aftur sem heitir Hildur frá feti sem að fór vel í fyrra líka, var 3. seti á landsmótinu, hækka örlítið og já, þannig að þetta er bara gengið svona bara nokkuð vel í heildina, þó að sé alltaf eitthvað sem að maður vil gera öðruvísi og betur. Og svo er á eftir að sýna nokkra sem að fara núna seinna í þessu mánuði. Ok, þannig að þið stefnið á að sýna svolítið núna miðsumars líka eða? Já, Hildur séu skráð 6 frá feti, svo einn sem við Bylgja eigum og svo er náttúrulega búið að sýna eitthvað út í heimi, Þýskaland og Danmörk, hvað sem er selt. Og já, þannig að þetta endar í einhverjum 15, 16, 17 hross frá feti í ár. Ok, það er glæsilegt. Hvað segið mér með ræktuna hérna á feti? Hvað eru það að halda mörgum merum og hvað eru það að fara með undir núna í vor? Við erum að halda, þetta eru cirka 27 hrissur og það er nú að fara einlega hingað og þangað. Það er alltaf mikill kraflar og orri hérna í fetstofunu þannig að við reynum að fara svona á aðeins önnur mið. Og dæmum hesta sem við verið að nota er Ölnir frá Akranesi og Stáli frá Kjarri og Draupnir Stuðlum, Hrannar Flugumýri. Vorum með 2 merar í Boða Breiðholti, ungan hest. Já, Svona. svo ætlum við að nota Straum frá feti og Ljósvaka höfum við notað og þannig að þetta dreifist svona aðeins. Maður gleymir alltaf öllum hestunum sem maður spurður aðeins. Og á hverju byggið þið svona ákvörðuna þegar þið eru að para saman merarnar og hestana? Það er rauninni bara sest niður með eigandanum, Kalla, nokkur sinnum yfir veturinn og vorið og eitthvað er ákveðið og svo er öllu breytt. En ég held að sé bara aðalega, það er náttúrulega pælt í ættunum á þessu og bara hvernig okkar líkar gripirnir og hvernig við höldum að hrissurnar passi saman við þá, svona með við það sem við höfum kynnst undan þeim. Ég held að það sé svona númer 1 í þessu hjá okkur. Ég held að sé engar reglur þannig sé í þessu en svona bara tilfinning. Eruð þið með eitthvað svona yfirlýst ræktuna markmið hjá búinu eða er það bara svona eftir eyranu? Ég held að sé ekkert eitthvað svona niður nelt markmið en svona gegnum tíðina hefur verið lögð áhersla á góðan frampart. Gott höld. Og gott höld. Og gott geðslag, auðseljanleg. Hross. Og svona sem hægt er að flesti geta þjálfað og haft gaman af. Og já, kannski hross sem er hægt að krefja til afkasta en á sama tíma kannski bara áhuga reiðmenn geta einnig notið sko. Það sé ekki einhverju hestar sem þurfa sér meðferð vegna vilja sko, eða spennu. Ok, og talandi sölu, eru þið mikið að selja af hrossum? Það hefur gengið vel í vetur og... Það hefur bara gengið býsna vel í vetur sko og yfirleitt hafa nú haustin verið svona annarsömmust í sölu hrossa en veturinn var góður, það er svona rólegt núna aðeins og við náttúrulega, þetta er svona aðal innspýtingin í reksturinn er það náttúrulega sala hrossa hér á þessum stað, það er að koma svo mikið af fóldum á hverju ári að það er nú bara nauðsynlegur faktor í búinu að ná að selja sko. Og eru þetta allavega hross sem eru að selja eða er það öllum stigum eða er þetta meira bara svona mikið tamin hross, keppnisross, er þetta reiðhross? Það er langt mest spurt keppnishrossin og meira töndurhrossin. Það er búið að vera drjú eftirspurn og að fara til reiðhestar og komist það að vera aukast aðeins. Eftirspurn til góðum og bara vel tömdum. Vel tömdum reiðhestum. Já, þægum. Mér finnst það að vera uppleið sko. Já. Og er eftirspurnin meira hérna innan, er þetta hérna innlands eða erlendis frá? Þetta hefur verið bæði sko, en mér finnst það hafa aukist aðeins innanlands. Sérstaklega held ég kannski til tilkomu reiðmannsins og til dæmis. Hvað er með markasetningu hjá búinu? Eru þið öflug í markasetningu eða hvað eru svona helst að beita fyrir ykkur? Við erum að reyna að vera öflug með misjöfnum árangri held ég. En
Jú, þetta held ég að kannski besta markaðssetningin bara vel tæminn og góður hestur sem selst og eigandinn ánægður. Og þessi sýnilegur bæði brautinni og... Auðvitað mikið af þessum hestum sem seljast, sérstaklega ef þetta eru keppnishestar, þá oft vilja það svona aðeins hverfa. En það hafa selst hrossirnar sem hafa haldið áfram að vera sýnilega á brautinni og ég held að það hljóta að vera kannski ykkur svona góð markaðssetning. Og eru það að notast eitthvað við netmiðla og auglýsingar eða slíkt? Já, það er alltaf uppleið núna. Við vorum fengum þau Hrafnhildi til að hjálpa okkur með að útbúa nýja heimasíðu og ég held að það er svona partur af þessu að reyna að koma þessu aðeins af stað aftur. Við reynum að vera duglega á bara eins og Facebook, bara fréttir og aðeins svona auglýsa sig. Já, og reyna náttúrulega líka bara kannski að vera sýnileg í sýningum og keppnum og að fólk sjá að það sé eitthvað að gerast. Þannig að ef maður vil fylgjast með heimasíðunni ykkar, hvað fer maður þá inn á eiginlega? Það er fett.is, samt ekki fettis. Heyrðu, hvað getið þið sagt mér þessa meri sem þið eru með hérna? Þetta er 5 metra gömul meri, þetta er Kiljan frá Stennesi og Kreppu frá Feti. Fyrsta undan þessari Kreppu, það er fyrstu velina rissa sem er núna bara til stóði. Við sýndan í vor og fór í 9 fyrir tölt stökk og vilja og 4 reið, 9-5 hægt stökk. Svona efnum því mig að fara að keppa á næsta ári vonandi. Svona, verður klárissa í tölt og fjórgang. Já, búið að vera bara flottur stígandi í henni, Já. bara síðan hún kom inn í vetur. Mjög róleg, en samt ösku vilju, sko, svona ljúflingu bara. Bara ekta gott geðslag, alveg bara. Móður hennar er undan Árnageir frá Feti og hrissu sem heitir Jósefína Frá Feti, þetta er. frá Feti, þannig að þetta er allavega heimarækta í móðurættina. Já. Og þetta er svona meri sem er svona efnilega keppnisrissa fyrir hjá þá þig, Bylgja? Fyrir mig, já, þetta er svona akkurat mín stærð, sko. Þess vegna fæ ég að hafa hann í friði, sko. Þannig að þess vegna fekk ég að hafa hana bara strax á byrjun. Ég er bara alltaf líka rosa vel við hana, bara strax frá því ég byrja að frumtæmi hana og hana sá bara strax efni í henni, sko. Þannig að það verður gaman bara að byggja hann upp og halda áfram með það. Og eru þið með einhver fleiri svona efnileg hross í keppni sem þið stefnið með næsta vetur, eða? Já, það er einna hrissa sem heitir Gerpla frá Feti sem er undan Dug frá Þúfu og hrissa sem heitir Svartafjörður. Hún er búin að fara tvisvar í fjórgang. Það er búin 6-8-10. Hún fór kringum 6-80 bæði skiptin, fór í B-úrslit á Reykjavíkurmóti í fjórgang, fór þar í einhverja kringum 7-20 í úrslitum. Það er svona hrissa sem er bara að byrja og verður áfram á járnum bara hugsuð sem keppnisross. Og já. Þannig að þetta er svona ykkar helstu keppnisross núna kannski til framtíðar eins og er? Já, maður svona verður að hafa eitthvað svona sýnilega á keppnisbjörnunni líka. Ekkert að selja þetta alltaf að halda þessu öllu. Það er náttúrulega mesti markaðurinn er það náttúrulega keppnisross. Og gaman að fá að sína að Fet rækti líka bara góða keppnishesta, ekki bara kynbótarross. Nákvæmlega. En hvað segir mér, hvað er þið búin að vera mikið á hrossum inni núna í vetur? Þetta verið kringum 45 hross, cirka, pluss mínus. Og það er það enn í dag. Eftir sýninguna núna í vor og Hellu þá fór dálítið á hrossum út og kom annað inn og það er svona meira alls konar hross inni núna. Geldingar og hrissur sem hafa kannski fengið minni tíma og svona aðeins verið að fara í gegnum þetta og sjá hvað býr í þessu. Og svo náttúrulega bara byrja frumtalningar aftur í september, nýjum árgang. Já, 40 hross pluss, þið getið ekki verið að sinna þessu 2. Hvernig eru þið mönnuð með staf? Svakalega vel. Já, hver er besti starfsmaðurinn ykkar? Það er leyndamál. Sko, við erum 4 í dag. Það vorum 4 líka í vetur. Vorum 4 í vetur. Í vetur var það ég og Bylgja og Bergrún Ingólfsdóttir frá Kálfaldi og Guðbjörn Tryggvason frá Selfossi. Og Bergrún er hætt núna en í staðinn í sumar erum við með strák sem heitir Jóhannes Amplats og var að klára fyrsta ára á Hólum og hann ætlar að vera hjá okkur í sumar. Þannig að þetta er svona staðaldri 4 til 5 sem er á staðnum. Ok, Jóhannes, hann verður þó kannski á Hólum næsta vetur? Já, og kemur svo í verknám til okkar vonandi eftir áramót. Ok, þurfið þá ekki að ráða nýjan starfsmann fyrir veturinn eða? Jú. Þannig þið eru opin fyrir umsóknum? Já. Við erum opin fyrir öllu, sko. Þá vitum við það. Já. Hvernig er það svona, hver er helsti svona sýnandi búsins eins og er? Í augnablikinu er það ég og Bylgja en Bylgja er kannski að fara að minnka það eins núna á næstunni, þar sem hún er ólétt. Já, verður eitthvað aðeins minna við næsta vetur.
Ok, til hafingi með það. Þessi í friði vonandi. Takk. Hefur bara einhver sparisross. Og hvenær áttu að eiga? Ég sett 3. desember. Þannig að rétt fyrir jól. Þannig að þú sleppur við tamningarnar og Já. Verð bara hérna yfir þeim bara þess að skamma það. Skamma okkur, hérna. þannig að það var góðan verkstjóra. Já, já. Hún er svo sem alveg verið að hingað til líka, sko. Ég sá að Gaukurinn er þetta hjá okkur líka. Er hann sumarstarfsmaður? Hann er svona sumarstarfsmaður. Hann er svona eins og Lóan. Bara hann var aldrei sein á ferðinni þetta sumarið. Hann er svona að hjálpa okkur bara. Hann er með hrossin sín hérna á sumrin og er að fara yfir girðingar og bara svona að hjálpa okkur inn á þessu. Sem við nennum ekki og höfum ekki tíma fyrir. Ég skilði þig. Ha. Og heldur hann ekki starfsfólkinu alveg efnið það? Jú, mjög. Hann er svona sálfræðingur staðarins. Ætlaðu heimsmeistaramót? Nei, það er ekki planið. Og ég held að það sem er framöndan hérna er bara að halda áfram að ríða út og fara í gegnum þessu hross og það er miðsumarsýning núna sem er að fara nokkur hross á og það er svona verið undirbúið það og Íslandsmót og já, ég bara þessi daglega rútína sko, reyna að selja og En er aldrei frí? stundum. Jú, við pössum okkur alveg á því að taka okkur smá frí. En það er samt ekki ákveðið alveg hvenær það verður. Þannig að það er bara svolítið spila svona eftir eyranu. Já, svona eiginlega, við reynum að gera það svona stingað inn þegar það er að hendar sko. Og það er þá kannski eitthvað sem er ekki hestatengt. Við reynum það, já. Þá vil ég bara þakka kærlega fyrir að taka mót okkur og bara takk fyrir okkur. Bara takk fyrir komuna og Takk fyrir komuna. takk fyrir okkur.